Ég veit ekki. Minnur hérna? Hér allt bara fullt en það svo fyrir landið. Það nú fyrirgefðu. Nei, það fyrir það. Það var sagt eitthvað stað. Það koma aðeins á þráin. Ég nú alltaf tækifæri á þess að ég þurfa að gera. Já, bara sestu. Þú getur ekki gert neitt meira. Bara sestu og láta fara vel þig. Sömuleiðis. Og undir öðru fórsendum frá tímanum með. Þótt að sé hér. Það er. Ég man ekki hvað með það. Nokkuð löngkvæði. Sjáu þetta er einn rauður og einn blár. Já. Er viljið mikið til það? Já. Einn rauður og einn blár. Já. Já. Þegar ég nú mist hennan er breytibákstegin. Reynda ná henni niður aftur, sko. Já, ég skal spila mig. Já, ok. Það var bara. Ég faldi eina.
heyrðu þessi heiðir eitthvað og það kom ekki hljóðið svo fundið út en hljóðið er alltaf bara tengt okkur skilur. Það er ekki en
Við erum komin hér saman í Akraneskirkju í dag til að kveðja Jón Hjartarson, eða Jón Rakara eins og hann var ávallt kallaður. Saman munum við fela hann í Guðs hendur og fylgja honum til hinstu hvílu. Og Jesús segir, komið til mín, öll þér sem erfiðið og berið þungar byrðar, og ég mun veita yður hvíld. Við hefjum stundina á því að signa okkur og biðja. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Vertu Guð Faðir, Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Amen. Ég les texta sem úr fyrstu Mósebók. Nú fór Jakob á brott til Berseba og hélt áleiðis til Haran. Kom hann á stað nokkurn og var þar nóttina því að sól var sest. Hann tók steinir þar var og setti undir höfuð sér og lagðist þar til svefns. Og hann dreymdi draum. Hann þótti stigi standa á jörðu og ná til himins og englar Guðs fóru upp og ofan eftir stiganum. Þá stóð drottinn hjá honum og mælti: Ég er drottinn Guð Abrahams, föður þíns og Guð Ísaks. Það land sem þú hvílust á gef ég þér og niðjum þínum. Þá vaknaði Jakob af svefni sínum og mælti: Sannarlega er drottinn á þessum stað og ég vissi það ekki. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Líkt og ofsaljón sem enginn fékk að hluta af, eins og gullnagla sem geymir óræð orð, eins og
Og Páll postuli skrifar: Þótt ég talaði tungu manna og engla, en hefði ekki kærleika, væri ég hljómandi málmur eða hvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum og þótt ég framseldi líkama minn til þess að verða brenndur en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Kærleikurinn er langlyndur, hann er góðviljaður. Kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, er ekki langrækinn. Hann gleðst ekki yfir óréttvísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Og nú varir trú, von og kærleikur. Þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur. Þannig hljóðar það heila orð. Heyr mína bæn, mildasti blæn, verður kveðju mínir ykkur. Syngdu honum saknaðar ljóð.
sá mannfjöldan, gekk hann upp á fjallið, þar settist hann og lærisveinir hans komu til hans. Þá hóf hann að kenna þeim og sagði: Sælir eru fátækir í anda, því að þeirra er himnaríki. Sælir eru syrgjendur, því að þeir munu huggaðir verða. Sælir eru hógværir, því að þeir munu jörðina erfa. Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, því að þeir munu saddir verða. Sælir eru miskunnsamir, því að þeir munu miskunnað verða. Sælir eru hjartahreinir, því að þeir munu Guð sjá. Sælir eru friðflytjendur, því að þeir munu Guðs börn kallaðir verða. Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlæti sakir, því að þeirra er himnaríki. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Náð sé með ykkur öllum og friður.
Í dag kveðjum við Jón Hjartarson, rakara, hestamann, veiðimann, bíladellukall og sjálfsögðu margt annað. Kannski fyrst og fremst kærleiksríkur. Og þó hann væri jafnan hrókurálsfagnaðar þá hafði hann samt enga þörf fyrir að vekja óþarfa athygli á sér. Jón var fæddur á Stórþúfu í Miklaholtshreppi á Snæfellsnesi þann 9. september árið 1934. Foreldrar hans voru Sigríður Einarsdóttir og Hjörtur Líndal Hannesson. Jón var 7. í röð 8 systkina, en þau eru Magnús Signý, Hannes Ágúst, Einar Bjarni, Þorsteinn, Sigríður Þorgerður, Þórey og Áslaug. Sigríður og Áslaug eru nú einar eftirlifandi af systkinahópnum. Foreldrar hans voru með búskap á Stórþúfu og gekk Jón þar í farskóla eins og venja var og aðstoðaði við bústörfin. Árið 1946 hann var 12 ára gamall bregða foreldrar hans búi og fjölskyldan flyst á Akranes og bjó Jón hér eftir það fyrir utan nokkur ári í Reykjavík. Hér lauk hann barnaskólanámi, fór svo í iðnskólann og lærði hárskeraði hjá Geirlaugi Árnasyni rakarameistara. Og Jón starfaði við iðnsína upp frá því í 76 ár og var hann nú síðustu árin elsti starfandi rakari landsins. Stofan var opin frá 9 til 18 og þegar Jón var spurður hvort hann ætlaði nú ekkert að fara að loka þegar aldurinn færðist yfir, þá sagðist hann nú ekki hafa byrjað að vinna til þess að hætta því. Og hér á Akranesi var hann heldur aldrei kallaður annað en Jón rakari. Og hann var með rakarastofu á Skólabraut, á Skagabraut, en síðan 1979 í húsinu Nesi á Kirkjubraut. Fyrrverandi eiginkona Jóns var Elsa Jóhanna Gísladóttir og þau eignuðust 3 börn. Gísli Már fæddur árið 1958. Hann á 2 syni, Pétur Stein og Jón Rúnar. Sonur hans Theodór Rúrik. Hjörtur Gísli svo fæddur árið 1959. Hans kona Leslie Costello. Hjörtur á 2 dætur úr fyrra sambandi. Það Kristín Linda. Sonur hennar úr fyrra sambandi Þór. Eiginmaður Kristínar Lindu Jonathan Pounder, en sonur hans úr fyrra sambandi Felix Pounder. Kolbrún Sif. Sonur hennar úr fyrra sambandi Bergur Gauti, en unnusti Kolbrúnar Birgir Þór. Dóttir hans úr fyrra sambandi Kolbrún Klara og saman eiga þau Baldvin Berg. Yngst svo Jóhanna Sigrún, fædd árið 1962. Hennar maki Emil Hörður Emilsson. Börn þeirra eru Hilmar Rafn, eiginkona hans Hrafnhildur og börn þeirra eru Emil Ágúst, Hanna Laufey og Helena Sigrún. Þá Emil Alfreð, dóttir hans Ugla Margrét og þá Jón Hjörtur. Eiginkona hans Emilía Ír og börn þeirra eru Hanna Þóra, Emil Árni og Jón Sigurður. Yngst svo Elsa Jóhanna. Dóttir hennar úr fyrra sambandi Tinna Rut, unnusti Elsu Bjarni Þórarinn og dóttir hans úr fyrra sambandi Ingibjörg Arna. Dóttir þeirra saman Þórdís Hanna. Árið 1975 kynntist Jón Brimrúnu Vilbergs. Það var þá Þorrablóti á Rein en Jón var þar dyravörður. Þau giftu sig árið 1979, fluttust þá í húsið Nes og hafa búið þar síðan, með íbúð á efri hæðinni og rakarastofu á þeirri neðri. Jón vildi hafa rakarastofuna þar sem heimilið var, þá sérstaklega með börnin í huga, en Brimrún starfaði í vaktavinnu. Jón og Brimrún eiga 1 son, Vilberg Hafsteinn, fæddan árið 1980. Eiginkona hans Ásdís Fjóla Svavarsdóttir og börn þeirra eru Svavar Krummi, Jón Rökkvi og Kolfinna Líneik. Börn Brimrúnar úr fyrra hjónabandi eru Óðinn Burkni Helgason, fæddur árið 1970. Eiginkona hans Jannon Merri Helgason. Börn þeirra eru Jósúa Helgi og Eva Rós. Dóttir Óðins úr fyrra sambandi Brimrún Eir. Þá Silvía Rós Helgadóttir, fædd árið 1971. Hún gift Friðjóni Guðmundsinni. Börn þeirra eru Guðmundur Þórir. Eiginkona hans Aldís Inga og dætur þeirra eru Hera Guðrún og Katla Brimdís. Þá Anton Freyr. Eiginkona hans Þorbjörg Helga. Þá Guðjón og yngst Sigríður Fanney. Jón átti ýmis áhugamál sem hann sinnti vel. Hestar, veiðimennska, dans og svo var hann haldinn algjörri bíladellu.
Jón átti hest sem ungur maður, tók síðan pásu en byrjaði svo aftur í hestamennsku. Þau Brimrún áttu hesthús á Æðarótta og syntu þar hestunum. Þau fóru saman í hestaferðir með vinum, sérstaklega eftirminnilegar ferð frá Hofsósi yfir Siglufjarðarskarð og svo einnig þegar þau riðu gömlu póstleiðina frá Sauðárkróki og yfir á Siglufjörð. Þá hafði hann gaman af veiði og fóru þau Brimrún saman öll sumur í Oddsstaðavatn nema síðustu 2 sumur, en þá treysti Jón sér ekki til að fara lengur. Þau höfðu einnig mjög gaman af útilegum og ferðuðust vítt og breitt landið með tjaldvagnin í eftirdragi og fáir eru þeir staðir sem þau ekki hafa heimsótt. Það má samt segja að dansinn hafi verið stærsta áhugamál þeirra beggja. Það tók Brimrúnu samt 13 ár til að fá Jón til að dansa. En hún sagði alltaf við hann væri svo músikalskur að dansinn myndi liggja vel við honum. Og þegar Jón hafði pröfað, þá var heldur ekki aftur snúið. Þau dönsuðu saman á mörgum böllum, upp allan Borgarfjörð og hverja helgi í Munaðarnesi árabil. Og í dansinum eignuðust þau líka marga góða vini og árið 2006 fóru þau í 2 vikna danssiglingu á samt 100 manna hópi frá dansfélaginu Komið og dansið. Ferðin var gríðarleg upplifun og það var dansað á öllum þilförum frá morgni til kvölds. Dansinn hélt Jóni líka í góðu líkamlegu formi á samt gönguferðum, en hann var afskaplega duglegur að ganga alla tíð. Eins og heyra mátti áttu þau hjón sameiginleg áhugamál og nutu umfram annað samverunar hvort við annað. Þá reyndar ótalin bíladellan sem Jón var haldinn, hann var sífellt að skipta bíla og stundum vissi Brimrún hreint ekki á hvaða bíl hún væri þann daginn. Mest gaman hafði hann af amerískum köggum með 200 hestöfl í húddinu en átti þó alls konar bíla þar inn á milli. Og Brimrún sagði mér að hún héldi raunar að hún hefði keyrt flest allar sortir sem til eru. Jón var afskaplega skemmtilegur maður, hrókur alls fagnaðar, kærleiksríkur, alltaf til staðar fyrir aðra og samverustundir með fjölskyldunni, börnum og barnabörnum skiptu hann mestu máli. Jón vildi heldur ekkert taka lífið of hátíðlega. Hann vissi sem var að stundum gat reynt á, en þá var bara að reima á sig skóna og dansaði gegnum lífið. Bjartsýni og lífsgleði sem eru góð fyrirmynd fyrir okkur hinn. Jón lést á Heilbrigðisstofnun Vesturlands 12. apríl síðastliðinn. Blessuð sé minning hans. Ég færi hér nokkrar kveðjur. Sigríður Hjartar, systir Jóns, biður fyrir kveðju með þakklæti fyrir liðnar stundir. Erna Vilberg biður fyrir hugheilum samúðarkveðjur frá sér og börnum sínum, Önnu Fanney og Jóni Ingiberg. Steina frænka í Svíþjóð biður fyrir kærri kveðju. Hjörtur Gísli og Leslie Costello senda ástar og samúðarkveðjur frá Massachusetts. Þuríður Signý og fjölskylda senda eftirfarandi kveðjur. Ég man svo vel þegar þið komið á Gróustöðum þegar ég var lítil. Jón var að sjálfsögðu vopnaður skærunum og stóð í eldhúsinu hjá ömmu og flikkaði upp á heimilisfólkið. Aldrei var langt í hláturinn og það var svo gaman þegar amma hló með ykkur. Kæra Brimrún, ég sendi mínar innilegustu samúðarkveðjur til ykkar allra með þakklæti fyrir þinn stuðning hér árið. Þá biður Sigurður Magnússon fyrir kveðjum. Sigrún Halldórsdóttir og Hilmar Kristinsen senda Brimrúnu og fjölskyldunni sínar innilegustu samúðarkveðjur. Krummi og Steini, frændur Jóns, eru staddir erlendis og biður fyrir kveðjum og að lokum samúðarkveðja frá Sigurði á Hvoli. Ég las hér áðan Jakob sem dreymdi draum. Draum stiga náði frá jörðu til himins. Og það er þessi frásögn sem er grunnurinn að sálminum sem við sungum hér í upphafi, Herra minn Guð til þín. Sálmurinn er einlæg bænum að nálgast Guð og þannig hefur manneskjan beðið aldaraðir. Er það mögulegt fyrir okkur að nálgast Guð? Getur hann verið okkur nálægur? Biblían er full af frásögnum sem staðfesta einmitt það að Guð sé nálægur. Rétt eins og Páll minnir okkur á að kærleikurinn er það sem skiptir mestu máli. Og það er í þeirri trú sem að við söfnum saman til að kveðja, í þeirri fullvissu að útför sé ekki endalok,
heldur upphaf á nýju lífi. Og Jesú Kristur vill sjálfur tengjast okkur og gefa okkur þannig hið eilífa líf, hið eilífa ljós, og við getum beðið saman: hljóma skal harpa mín, Herra minn Guð til þín. Og dýrð sé Guði, Föður, Syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, er og verður aldir alda. Jón Hjartarson, far þú í friði, friður Guðs þig blessi, hafðu þökk fyrir allt og allt. Amen. Það misritaðist hér nafn söngkonunnar í sálmaskráni, heitir að sjálfsögðu Katrín Halldóra. Hear the
tímum sorgar. Ver okkur nær með frið þinn, styrk okkur í trúnni. Við þökkum þér fyrir Jón og allt það sem þú gafst með lífi hans. Miskunnsami Guð, við felum hann í þínar hendur. Þú sem hefur skapað okkur í þinni mynd og gefið okkur Jesú Krist sem frelsara, reis okkur öll á degi upprisunnar til eilífs lífs með þér. Við leggjum allt okkar í Guðs hendur og við segjum saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins okkar Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt okkur til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Og Jesús segir: Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða, af jörðu skaltu aftur upprísa. Drottinn Guð, veit Jóni þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa honum. Hann hvíli í þínum friði. Amen. Jarðsett verður í kirkjugarði Akranes. Aðstandendur vilja þakka ykkur öllum auðsýnda samúð hér í dag og bjóða til erfidrykkju í vinaminni að athöfn lokinni. Við syngjum saman Nú legg ég augun aftur.
skráður, drottin uppfyllt í sínu augliti yfir þig og gefið þér frið. Amen.